En við byrjum á fréttum dagsins eins og vanlega. María, hvað er að frétta? Já, heyrðu, það er náttúrulega bara jarðskjálftarnir kannski í fyrsta lagi. Núna hækka tölur látinna í jarðskjálftanum mjög hratt. Það er búið að hafa fundist yfir 7.000 manns látnir og menn telja að séu alltaf helmingurinn fundin sem er eftir að finnast. Já, og já, talan eigi eftir að sérst bara hækka. Björgunarsveit, Íslensk björgunarsveit er á leiðinni. Þeir í starthólunum að fara út. Svo víða að úr heiminum. Þetta þarf að gerast yfirleitt náttúrulega bara mjög hratt. Stór viðburður á heimsmælikvarða og það nú hlaupa allir til. Já, það er 9 manna teimi að fara hérna á vegum Landsbjargar. En svo er alltaf, svona ljós í myrkrinu. Þegar einhver finnst. Það er barn sem að fæddist í rústunum. Já, einmitt. Og það hefur nú... Móðurinn lét lífið, en barninu virðist hafa verið bjargað. Ég held að við ættum að geta fengið mynd af barninu. Já, barn er á lífi. Þetta er stúlkubarn? Já, einmitt. Heldur þetta hafi áhrif á stúlkuna að hafa fæðst þegar kannski 20.000 manns deyja? Eru sálir hérna 20.000 sem að muni fylgja þessari stúlku? Jesús, ég fær bara hrollur og segir þetta. Ég fær bara hrollur og segir þetta. Þetta er einhvern veginn... Þetta geti verið byrjun á hádramatískri sögu. Þetta geti verið byrjun á hádramatískri sögu. Já. En svo stundum er lífið samt bara þannig að það stundum verður ekkert úr því. Já. Þannig að maður veit aldrei. Þetta er samt lífið frammi fyrir ótrúlegum dauða og hörmungum. Já. Það á lífið til í að gera þetta. Það sendi einhvern skilaboð að það sé kannski sterkara. Nákvæmlega. En það er maður aldrei samt viss, sko. Maður er aldrei viss. Dauðin vinnur allt á lokum, sko. Stundum finnst manni það nefnilega. En þetta er allavega svona jákvætt í vondum degi þarna. Blessaður munaða leysingin. Já, einmitt. Vonandi að barninu farnist til. Þetta er náttúrulega hrikalegt, þetta er svo stórt svæði líka. Það næri alveg inn í Sýrland. Þetta er alveg bara, og þetta er erfitt. Sem máttu nú ekki við. Nei, þetta er mjög erfitt inn í Sýrlandi því það er náttúrulega bara borgarastyrjöld. Þannig að björgunarstarf hefur gengið líka mun erfiðar þar, sko. En heldur að sé svona þegar hörmungaganga yfir að þá komi fram það besta í fólki og stríði verið lagt til hliðar og allir hjálpist að? Ég bara vona það, innilega, en ég veit það samt ekki. Maður veit það ekki, en... Það voru skrifaðar sögur þetta. Já. Til dæmis jarðskjálftanum í Lissabon, stórkostlegir jarðskjálftar. Þá voru svona sögur sem voru einmitt að glíma við þetta. Já. Þegar frammi fyrir hörmungunum hvort það kæmi ljós að við verum góðið að slæm. Já. Og hver var niðurstaðan svo? Ég held að verið kemur þetta ekki við sögu í nokkru sögum. Það er svona ýmist, sko. Já. Ýmist sem að menn vilja halda. Oftar er það þannig að frammi fyrir svona dauðanum og svona endanlega sannleika lífsins og smæð okkar, að þá verður við skári. Það verður við skári, já, einmitt. Svo náttúrulega, að því svo eru náttúrulega í stríði, það verða náttúrulega svona hálfgerðar jarðskjálftar í stríði. Jarðskjálftar í stríði náttúrulega, það er svo mikið við og hinir að það kemur alltaf vestar með fólki. Já, einmitt. Það er spurninga með hvað gerist þegar jarðskjálftan kemur ofan í stríðið. Þá er menn bara að drepa, meiða, nauðga og eðalegja, sko. Einmitt. Þarna eru menn náttúrulega að reyna að bjarga og leysa við. Einmitt. Maður myndi ætla það. En allavega, þetta er eitthvað sem að... Þú er að draga okkur niður við fylgjumst með. Já, ég ætla að draga okkur yfir í næstu frétt. Já. Og næsta frétt er neytendasamtökin voru vinna... Og tapa, já. Það voru hjón að fá þetta er prófmál, það er 6 mál sem er verið að hann breki og komið og útskilt þetta. Já. Ég get ekki endursagt að hvað í vaxta útreikningnum það er sem er gerðar athugasemdir við. Nei. Ég heldur endur að hann geta ekki heldur. En málið er það að aðferðin sem að bankarnir nota er þannig að þeirra hagsmunum sveikt yfir á þannig að þeir fá sem mesta penning. Já. Og sveikt framjá og það bara stendst ekki breytilegi vextir. Það stendst ekki það sem er sagt í lánasamningunum og það sem er síðan gert. Og þetta er fólk borgað miklu meira. Já. Og þetta eru 70.000 lán sem er undir og þau eru eitthvað mismunandi. Þó svo að þessu keim lík að þá er eitthvað svona mismunandi orðalag. Já. Og þarna
unnu neytendasamtökin eða þessi hjón sem að fara í mál á vegum þeirra. Þetta svona, þetta næstu í hópmálsóknin en samtöki. En málið að ef að á bakvið þessi lán eru 70.000 lán. Þannig að það eru gríðarlegir hagsmunir þannig á bakvið. Geta verið 10 milljarðar sem að bankarnir þurfa að endurgreiða fólki mögulega, í oftöknum vöxtum. Oftöknum vöxtum. Þetta eru 200.000. Maður takk ofana fyrir neytendasamtökunum fyrir að standa í þessu. Já, það er alveg sammála því. Þetta er svona ekta dæmi hvað neytendasamtökin er að gera. Menn þess að bankin er kannski alltaf að taka af þér og klípa af þér. En það er of lítið sem mann er að svindla þér til þess að það borgi sig fyrir þig að fyrir mál. En þess að ef að fólk síðan hópast saman og stendur saman í þessu og hópurinn ber kostnaðin af þessu, að þá getur einhver farið eins og þessi hjón, unni málið, sem að síðan munu skilað 20 milljörðum til almennings. Þó svo að hagsmuni hvers og eins að vera miklu minni. Þetta er dæmi hvað fjöldin getur gert samstiltur. Já, heyrðu, það er, eins og komst inn á þá búið að samþykkja verkfall Eflinga-bílstjórana. Ríkissáttasemjari sendi sýslumanni aðfararbeiðni. Já, hann ætlar ekki að gefa sig. Hann ætlar ekki að gefa sig, sko. Heyrði reyndar í viðtali við Sólveig Önnu, ég held að það verið í kvöldréttum útvarps. Það sem að hún sagði að lögmenn Eflingar og ríkissáttasemjara hefðu komist að samkomulagi að leggja inn óskum flýti með fyrir landsrétti og hún taldi það að vera þess merki að í þessu væri eitthvað svona samkomulag að það yrði ekki harka í því að sækja. En ég spyr hana kannski að því þá hún kemur. Þú kannski spyrði hana þessu á eftir ef hún kemur. Hvernig finnst þér svona umræðan þetta mál vera? Mér finnst þetta að vera svona átta mikið alveg á þessu, ég held að þetta sé alveg tvískipt samfélagið. Já, ég held það, en ég held líka... Ég er ekki að segja 50-50 sko, en ég bara, annarkvort er fólk á því að Eflinga er bara að fara lögum og hins vegar að fólk er að bara horfir á ógn á því að ríkissáttasemjari sé að taka verkfallsvopnið úr höndunum á láglaunafólki. Já, ég held að sko, sú staða sem er uppi og bara alvarleikin í þessu máli sé svolítið að renna upp fyrir mörgum. Þannig að mér finnst núna eins og bara, mér finnst líka eins og nú sé sko aðri verkefnisleiðtogar farnar kveða aðeins fastar orði og þú vera skýrari tónnið? Já, og ég hlusta á viðtal við Kristján sko hjá ASÍ í dag og þetta er bara svona, mér finnst eins og fólk sé farið að bara svona aðeins að benda á, núna er eitthvað bara alvarlegt í gangi. Ef þessi dómur fer að standa, það er algjör vatnaskil í verkefnisbaráttu Íslandi. Alveg gjörsamlega. Þannig að þetta náttúrulega bara má ekkert gerast. Já, en ASÍ, BSRB, kennarasambandið, BHM og svo komuður eftir starfsgreinasambandið og svo rafinnasambandið sem var með svona ákannari álektun. Það er ennþá að berast verkalýðsfélagið í Grindavík var að senda frá sér. Það vilja bara hann víki og Já, og það er það sem ég er að segja líka. Það eru farnar að koma svona meira afgerandi í rauninni. En mér finnst það stóru samtökin eftir dóminn. Þá er þau að stíga fram. Því að þau er ekki, mér finnst það, þau er bara að hafna þessu dóm. Því ef þessi dómur fer að standa, að þá er það bara í kraft ykkur að laga sem voru setta fyrir 25 árum rúmlega. Allt í raun bara breytir Aðalsteinn Leifsson okkur túlkun og hefðum hvernig er umgengist þessi ákvæði og þá allt í einu er bara verkfallsvopnið orðið billust. Þú getur bara sett miðlunartillögu þegar þú ert að boða verkfall. Og svo er miðlunar til hann hafna, þá bara setur hann aðra miðlunar til og hann talar bara þannig eins og hans hlutverk er ekki það að búa til sátt á milli Eflingar og Samtaka atvinnulífsins. Hans hlutverk er að láta Eflingu sætta sig við tilboð Samtaka atvinnulífsins. Hann hefur miskilið hvað þetta sáttasemjari. Sáttalemjari. Sáttalemjari. Já, það mætti halda það. Það er eitthvað að. Herðu, en við ætlum að tala um þetta við hann Ögmund og eftir. Og Sólveig Önnu líklega. Já. Herðu, svo er það svarta skýrslan fiskeldið. Já, hún var nú frétt svona gerdagsins. Hún var svona frétt gerdagsins. Við rættum þetta aðeins í gær líka. Nú er þetta svona sökkva inn í. Þetta er svona þess að sökkva inn og það er svona verið að tala um mann og annan. Og hvað er þetta að verða alvarlegu máli? Já, ég held það. Regin skandall? Ég held þetta sé að verða alvarlegu máli. Já, sem þetta er. Sem þetta náttúrulega er, sko. Þetta er náttúrulega grafalvarlegt mál. Þetta er náttúrulega dæmi að því þú eru að fjalla bæði þetta. Já. Og svo hefur líka fjallað migluna. Já. Hvoru tveggja er dæmi það hvernig sko á nýfrjálsíkjutímanum, hvernig eftirlit er dregið
niður og það sem kemur út úr þessu bara mygla og svo í laxeldinu bara eitthvað skítur. Já, og skítur og bakteríusýkingar og eitthvað svona, já. Þetta það sem þú færð fyrir nýfrjálsvíkina? Þetta það sem þú færð fyrir nýfrjálsvíkina, og bara þetta eftirlitsleysi, algjöra eftirlitsleysi og vankunnáttu líka, en það líka kannski, og það það sem að kannski gerist alltaf þeirra, náttúrulega það mikil græðgi. En segðu mér eitt, kom þetta ykkur óvart þessi skýrsla? Vistu það? Já, sko, þingmenn voru í gær alveg rosalega sjokkeraðir, sko. Varstu þessa? Ég var ekki þessa, sko. Ég náttúrulega svo sem búin að vera að fylgjast með þessu máli aðeins, þannig að ég var ekki þessa. Ég nefnilega heyrist í svona viðtölum, sko, fólk ekkert svona rosalega þessa, sko. Sko, ég held að þegar að vera að tala við, sko, fólk, þingmenn bara í gær, þá voru þingmenn alveg ofandotnir þeir fengu þess að greinagerð. Mér finnst að við búum að benda á þetta linnulust áður saman. Sko. En þú veist. Mér finnst að Svandís ráðherra sagði einhvern veginn svona, ég sá að var náttúrulega ekki eitthvað í lagi, þannig ég óskaði eftir þessari skýrslu, þessari úttekt. Þannig hún að segja sko, að þetta hefði ekki komið sér óvart. Nei, einmitt. Og það er allavega... Það er svolítið svona, eins og oft hér, að það verið linnulust að benda á eitthvað svona ágalla. Já, en svo Við þetta höfundaverk Sjálfstæðisflokksins, en það er svolítið, það er pínlítið í þessari skýrslu samt sko, sem að það er ákveðin atriði sem minnst stangast á sko, við, en ég kannski kem að því setna ef ég fjalla áfram eldismálin sko. En það eru svona, það er verið að varpa svolítið ábyrgð á fyrirtækin eigi að sinna líka eftirlitsskyldu. Eru þau að leggja það til? Já, það hefur svolítið verið að leggja það til í skýrslunni. Það er náttúrulega þannig í dag að fyrirtækin kunni þetta og vita allt þetta. Já, en ég er ekki að gera það, skilur, þau komast upp með að gera það ekki. Þið opinbera veit ekki þetta. En þið opinbera er svolítið samt að varpa ábyrgðinni, sko, yfir á þau, en í rauninni, sko, ætti þetta að vera náttúrulega þið opinbera að þarf að halda gjörsamlega utan það, sko. Þannig að ég veist að fyrirtækin hafa eftirlit með sjálfum. Þetta er svolítið orðað dálítið þannig í skýrslunni, já. Ég þarf að svona skoða, kíkja hans nánar á þetta. Það er ekki þótt kloktinga til. Nei, ég veit það. Herðu, hvað viltu meira? Herðu, Íslandsbanki og Kvika. Það þau rjúku upp í verði. Já, og verið að ræða sameiningu eða ekki? Kvika óskaði eftir sameiningu við Íslandsbanka sem bréfi til stjórnar Íslandsbanka á 50. í síðustu viku. Já. Og síðan hefur verðmæti Íslandsbanka í kaupöldinni hækkað 10% og Kviku 8%. Já. Þannig að ef við værum svona í viðskiptafréttu þá myndum við segja að markaðurinn tók vel í þessa tillögur. Við skrifum nú eitthvað þetta, þetta nú kannski frétt sem að tilheyrir meira síðustu viku. Það inn á samstöðinni.is að þá svona drifkraftur á bakvið þetta inn í Kviku, stæðst í enga fjárfestir þar, eins og í mörgu fyrirtæki þá eiga lífeyrissjóðnir meirihlutann í þessu og svo og þeir elta síðan bara stæðsta einkaaðilinn. Það er stæðsti einkaaðilinn Stoðir og stæðsti aðilinn í Stoðum er Helgafell sem er félagi eigu Fenger fjölskyldunar, eða hluta af Fenger fjölskyldunni. Fenger, það var maður sem heit John Fenger, snemma á síðustu öld, sem var starfsmaður heildverslunar Nathan Olsen. Já. Svo keypti hann út Nathan og svo keypti hann út Olsen og synir hans tveir. Hvað voru þessi Nathan og Olsen? Já, þeir fóru bara. Það var Fenger sem á þetta. En það voru tveir bræður, ég man ekki alveg hvað þið hétu, Hilmar og eitthvað G eitthvað, ég man nú ekki allt. En þeir ráku Nathan Olsen mjög lengi og þetta eru börn annars þeirra sem eru inn í Helgafelli og tengdabörn. Og einn af tengdasonunum er Jón Sigursson sem var forstjóri FL Group rétt fyrir hrun. Og hann hefur síðan, þetta er þess að Helgafell, og hann hefur síðan tekið svona ýmsa viðskiptafélaga sína úr bóluárunum og eftirhrunsárunum. Hann ásamt þeim auðgaði svolítið með því að kaupa út úr þrotabúunum í svona drykkjavöruverksmiðju í Hollandi á lágu verði, svona svipað og bakkavörubræður þegar þeir keyptu bakkavöru aftur út og auðguðust mikið á því. Og þeir hafa komið inn inn í Stoðir og þeir hafa komið inn í Kviku og hafa saminast þar Lykli sem áður hét Lýsing og TM tryggingafélagi, tryggingamiðstöðinni
og síðan voru stæðstir eigendur í Símanum, skrældu það innan, seldu Mílu út, borguðu allt til hluthafana og þeir eru stæðstu einkaaðilinn í Arion banka með lífeyrissjóðnum og Arion banki með þá stefnu að greiða eigendunum sem allra mest út, frekar að draga úr viðskiptunum til þess að að lækka kröfur ríkisins á eiginfjárhlutfall til þess að geta borga sér mesta eiginfjörnu til eigandana. Þannig þetta eru bara típiski svona það sem kalla hrækammar eða bara sem að fara bara yfir fyrirtæki, skræla þau innan, greiða sem mesta eigunum upp til eigandana og skilja þau síðan eftir eins og skil, eins og til dæmis Síminn sem á núna ekki innviði. Og þetta var mikið rætt þetta líka í tengslu bara við COVID. Það sem að fyrirtækjum vantar segla og segla fæst til dæmis eða þú átt innviðina. Svo kemur einhver erfiðleikar í 3 ár, efnahagslægð og þú ert bara með tap. Þá getur þú dregið úr fjárfestingu á sínum tíma og gefið svo bara í þegar þú átt meira umleikist þess að gera það. Þannig þú getur staðið af þér eitthvað. Þeir taka innviðina, selja þá til Frakklands og þurfa að borga bara alltaf sömu upphæðina til Frakklands. Þannig að það væri alltaf spáði að svona næstu 20 árum þá færi Síminn á hausinn. Af því að hann hefði ekki segluna til þess að standa að sér einhverja þessum djúpu kreppum sem að ganga alltaf í gegnum kapitalismann. Þetta bara, já, ég fór bara að hugsa bíómynd þegar þú varst að tala þetta, ég var einhvern veginn Big Short. Ég man ekki hvað hann heitir, en það sem var verið að segja, maðurinn sem vann með það að segja upp fólki. Nei, ég man ekki eftir hvað. Nei, hann bara fór á milli, flaug á milli fyrirtækja. Já. Og var bara... Amerikanar hafa búið til marga myndir þetta. Já. Wall Street gamla þetta. Já. Það er svo ekki myndir sem eru Wall Street, heldur þegar hann svíkuð pappa sinn, það var þetta, það sem hefur verið að skræla fyrirtækja. Einmitt. Herðu, við ætlum ekki að tala um bíómyndir. Nei. Bíða frammi í fréttum. Já, herðu, við ætlum aðeins að minnast á Þóra Arnórsdóttir hætt í Kveik. Já. Hætti á RÚV og fer til Landsvirkjunar. Já. Það bara gaman á henni ef hún finnst gaman að þessu. En þetta náttúrulega... Þetta svolítið svona munstur hjá fréttafólki. Enda flestir í einhverju kynningarstörfum. Já, einmitt. Og Kveikur, Kveikur hafa verið sjónarhótt Kveiks finnst mér svona undanfæri hafa verið svona frekar daburt. Það er svo langt síðan að þeir fjölluðum Samherja eða einhverja svona það sem við getum kallað auðvöld á Íslandi. Þeir eru meira svona smásvindli og mér finnst langt síðan að þeirra fjallað til dæmis fátækt og kjör láglaunafólks. Það var mjög fínn þáttur sem að Lára Ómarsdóttir var með fátækt. Já, einmitt. En hún hætt þarna og þeir sem að sá samskip Samherja eru hættir. Já. Og svo þetta bara hann bara með þessa blessaða blaðamannastétt að það enda allir í einhverju kynningastörum. Lára Ómarsdóttir eins frábær fréttamaður hún ég heldur að sé upplýsingafulltrúi hjá Alvotek. Já, einmitt. Og svo það yngra fólki, Lára náttúrulega búin að skila heildi starfsæfi og Þóra líka bara í venjulegri fréttamennsku. En það orðið bara mjög algengt að fólk kemur og á skjánum einhver 3 ár og svo það bara farið að starfa hjá Play eða einhverjum svona fyrirtækjum. Þetta er náttúrulega það er auðveldi étur drauma fólk, Já, það er svolítið þannig, það er svolítið eftir því. Þeir sem eru að vinna að mennta sig í teknikeiranum, að þeim dreymir að búa til eitthvað svona app eða eitthvað til þess að stóra fyrirtæki komi svo og kaupi það stundu síðar. Þeir sem eru í viðskiptafræðinum dreymir að vera millistjórnendur og sjófa. Það gerðist nú hjá honum Halla. Þetta er draumur. Það er ekki það að þú raskir heiminum, heldur að þú einhvern veginn stóri verður hrifin að því sem þú ert að gera og kaupi þig. Einmitt. Og svo það þeir sem eru í viðskiptafræðinni eða lögfræðinni, þeim dreymir að vera svona millistjórnendur hjá sjófa eða stóðum. Alltaf þessi ekki draumurinn öllum eða ætlum við að skrifa hvar vildur helst vilja vinna í stóðum. Millistjórnandi á stóðum. Já, taka þátt í að skræla fyrirtækina. Já, einmitt. Það var málþóð í þinginu. Er það málþóð í þinginu? Píratar eru með málþóð. Mér finnst eitt merkilegt það. Það var að vera að kjósa eitthvað hvort það ætti að hleypa öðrum málum inn. Já. Og ég man ekki, ég held að Píratar leggja fram tillöguna að öðrum málum sem hleypt framfyrir. Og þá var því hafnað með 29 atkvæðum sem bara stjórnarþingmenni sem voru í salnum. En það voru bara 6 á móti sem bara Píratarnir. Þannig þá ég velta fyrir mér, eru Samfylkingin, Viðreisn og félagar ekki með þeim í þessu málþófi? Það var augljóslega ekki. Nefn að sé svona hryllilega léleg mæting.
En hvað Helga Vala og Logi sem þetta eru þeirra hjartasmál? Allir Kristrún hafi bannað þeim að taka þessu? Bara maður spyr sig, hvað í gangi? En komast að því. Já. Þetta með meira. Herðu, þú ætlar að tala við Sönnu, eða ekki, og Trausta. Já. Það voru tillögur hjá borginni heimagreiðslur og foreldrastyrki. Þetta er þess að bæta vondastöðu leikskólana. Já. Það vantarlega eitthvað sem... Hvað finnst þér þetta? Þetta er gamalt... Hvenær heimingin vildi þetta ekki? Nei, ég skil það... Þetta endaði með því að þú mútti fara heim og ég verið út að vinna. Já, ég skil alveg þetta sjónamið, en hins vegar var ég á tímabili mjög heit fyrir þessa tillögu. Að fá penning? Já, að fólk geti bara valið. Þannig að Þetta heitir sig hverju nafninu, Það held ég að flokkur fólksins sem með tillögur heimagreiðslur. Já. En sjálfstæðisflokkur með valkvæðan foreldrastyrk. Já, ég held bara lykillinn að þessu er bara það að þetta þurfa að vera nóg anskoti háar greiðslur. Þannig að þá verður þetta ekki kynjavandamál. Þetta er bara að dekka það að... Séu svona mæðralaun. Já, þetta sé bara há mæðralaun. Þannig að Svo há að papparnir vilji taka þau. Já, ég held að það sé bara málið. Þegar ég spyrði út í þetta, hvernig, hvort þetta var afgreitt eða vísa frá, oftur þessum málum bara vísa frá eða vísa til frekari umræði í borgarráði. Komist að því. Er það búið þá núna með... Já, þetta er komið. Okay,